Davíð Oddsson tilkynnti nú í vikunni að hann var hættur við að gera skemmtikraftur. En þær sögur höfðu gengið að hann ætlaði sér stóra hluti í skemmtanabransanum. Hvers vegna viltu ekki vera skemmtikraftur, Davíð? Þetta ég passi ekki beint í það starf, held ég. Er það rétt að fólk hafi hreinlega ekki viljað sjá þig upp á sviði og segja brandara með alls konar trúðslæti og sprell? Ég hef þetta ekki tekið málið mjög upp að fyrra bragði við fólk, en flesti þeir sem við mig hafa talað eða beint til mín bréfum eða samtölum hafa lagt að mér að halda mig við það sem ég er að gera nú. Já, sem sagt að sauma dukkukjóla. Að vísu hefur það aðeins breyst núna síðasta halvan mánuðin, þá hefur þrýstingurinn dálítið gengið í hina áttina af einhverjum ástæðum. Nú er fólk ekki heldur ánægt með kjólana. En þú hlýtur þó að vera ánægð með þetta starf sjálfur, fyrst að þú ætlar að halda því áfram. Ég ætlaði mér alltaf að ákveða þetta eftir páskana og tók þess ákvörðun vegna þess að ég er ánægður því starfi sem ég er í miðju kafi því starfi og ég held að þetta starf sem ég er í núna eigi betur við skapgerð mína heldur en hitt starfið með mikilli virðingu fyrir því. Ertu þá endanlega búin að gefa skemmtibransan upp á bátinn? En mér finnst ég vera reynda full ungur fyrir starfu þessu tagi. Já, það er rétt. Reynslan hefur auðvitað mikið að segja. En nú hélst þú samt loka skemmtun fyrir félaga þína í Sjálfstæðisflokknum í gærkvöldi. Hvernig var þér tekið? Afar vel. Það var reynda að klappa því. Ég átti nú ekki von á því.